Hebreabréfið, 9. kafli. Nú hafði fyrri sáttmálin líka fyrirskipanir þjónustuna og jarðneskan helgidóm. Tjaldbúð var gerð og í fremri hluta hennar voru bæði ljósasteka, borðið og skoðunarbrauðin og heitir hún hið heilaga. En bak við annað fortjaldið var tjaldbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykjelsisaltar úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búin. Í henni var gull kerið með manna í, stafur Arons sem laufgast hafði og sáttmálspjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breiddu vængina yfir náðarstólin. En þetta hvert og eitt ræði ég ekki nú. Þannig þessu fyrir komið. Prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjaldbúðina og annast þjónustu sína. Inn í hina innri gengur æðsti presturinn einu sinn á ári, ekki án fórnarblóðs. Það ber hann fram vegna sjálfs sín og fyrir syndir sem fólkið hefur dríkt af vangá. Með því sýnir heilagur andi að vegurinn til hins heilaga enn eigi kunnur orðin, á meðan fremri tjaldbúðin stendur enn. Hún ímynd þess tíma sem nú Hér eru frambornar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem innir þjónustun af hendi vissu að vera fullkomin. Þetta eru aðeins ytri fyrirmæli ásamt reglum mat og drykk og ýmiss konar þvotta sem mönnum á herðalagðar, allt þangað til Guð endurnýjar allt. En Kristur kominn sem æðsti prestur þeirra gæða sem komin eru. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gerð. Það að segja, ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Blóð hafra og nauta og askana kvígu stráð á menn óhreinir hafa gerst á að helga þá svo að þeir veri hreinir hið ytra. Hve miklu fremur mun þá blóð Krists, þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið sjálfan sig fram fyrir Guð sem lítalausa fórn, hreinsa samvisku okkar af dauðum verkum, svo að við getum þjónað lifanda Guði. Þess vegna hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálunum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðlast hina eilífu arfleið sem heitið var. Arfleiðsluskrá tekur ekki gildi fyrr en sá dáinn sem gerðana. Hún óhagganleg þegar látna að ræða, en í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þess vegna var heldur ekki hinn fyrri sáttmáli settur án blóðs. Þegar Móse hafði kunngjört gjörvöllum líðinum öll boðorð lögmálsins, þá tók hann blóð kálfanna og hafranna ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og ísópi og stökkti bæði á sjálfa bókina og allan líðin og mælti: Þetta blóð sáttmálans sem Guð gerði við yður. Sömuleiðis stökkt hann blóðin á tjaldbúðina og öll áhöldin við helgiþjónustuna. Og samkvæmt lögmálunu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíkum hætti. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himininn, til þess að birtast nú fyrir augliti Guðs okkar vegna.
Og ekki gerðan það til þess að fórna sjálfum sér margsinnis, eins og æðsti presturinn sem gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð. Þá hefðan oft þurft að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórn fært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og aftur mun hann birtast ekki sem syndafórn, heldur til að frelsa þá sem bíða hans. Hebreabréfið, 10. kafli. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Þær sömu fórnir sem ár eftir ár eru bornar fram, geta því aldrei gert þá fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Hefði ekki dýrkendur Guðs þá annars hætt að fórna ef þeir hefðu hreinsast í eitt skipti fyrir öll og væru sér ekki framar meðvitandum synd. En með þessum fórnum mynd á syndirnar ár hvert. Því að blóð nauta og hafra getur með engu móti numið burt syndir. Því það að Kristur segir þegar hann kemur í heiminn: Fórn og gjafir hefur þú eigi viljað, en líkama hefur þú búið mér. Brennifórnir og syndafórnir geðjuðust þér ekki. Þá sagði ég: Sjá, ég komin til að gera vilja þinn, Guð minn, eins og ritað í bókinu mig. Fyrst segir hann: Fórnir og gjafir og brennifórnir og syndafórnir hefur þú eigi viljað og eigi geðjaðist þér að þeim. En það eru einmitt þær sem fram eru bornar samkvæmt lögmálinu. Síðan segir hann: Sjá, ég komin til að gera vilja þinn. Hann afnemur hið fyrra og staðfestir hið síðara. Þannig gerðan það sem Guð vildi og þess vegna við helguð orðin að hann fórnaði sjálfum sér í eitt skipti fyrir öll. Sérhver prestur hvern dag bundinn við helgiþjónustu sína og ber fram margsinnis hinar sömu fórnir. Þær geta þó aldrei afmáð syndir. En Jesús bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist aldur við hægri hönd Guðs og bíður þess síðan að óvinir hans verði gerðir að fótskör hans. Því að með einni fórn hefur hann aldur fullkomna þau helguð verða. Heilagur andi vitnar einnig fyrir okkur. Fyrst segir hann: Þetta sáttmálinn ég mun gera við þá, eftir þá daga, segir Drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann: Ég mun aldrei framar minnast synda þeirra eða lögmálsbrota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Vegna þess að Jesús úthelti blóði sínu megu við nú systkin með djörfung ganga inn í hið heilaga. Þanga víðan okkur veginn, nýjan veg lífsins inn í gegnum fortjaldið sem líkami hans. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Göngum því fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaða samkomur ykkar eins og sumraði síður, heldur uppörfið hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær.
Því að ef við syndgum af ásettu ráði, eftir að hafa öðlast þekkingu á sannleikanum, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar, heldur það óttaleg bið eftir dómi og heitum eldi sem eyða mun andstæðingum Guðs. Sá að engu hefur lögmál Móse, verður vægðarlaust líflátin ef 2 eða 3 vottar bera. Hve miklu þyngri hegning ætliði þá ekki að sá muni vera talin verðskulda fyrirlítur son Guðs og metur einskis blóðið sem sáttmálum að grundvallaður á og smánar anda náðarinnar. Við þekkjum þannig sagt hefur, mín hefndin, ég mun endurgjalda. Og á öðrum stað, Drottinn mun dæma líð sinn. Óttalegt að falla í hendur lifanda Guðs. Minnist fyrri daga þið höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þið stóðust miklar þrengingar. Það var ýmist að þið sjálf, smánuð og aðþrengd, voruð höfðað augnagamni eða þá hitt að þið tókuð þátt í kjörum þeirra sem áttu slíku að sæta. Þið þjáðust með bandingjum og tókuð því með gleði þið voru rænd eignum ykkar því að þið vissuð að þið áttu sjálf betri eign og varanlega. Varpið því eigi frá ykkur djörfung ykkar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið þið þörf, til þess að þið gerið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið, því að innan harla skams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum okkur ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst. Hebreabréfið, 11. kafli. Trúin fullvissa það sem menn vona. Sannfæringum þá hluti sem eigi auðið að sjá. Fyrir trú hlutu mennirnir fyrr á tíðum velþóknun Guðs. Fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að þið sýnilega varð til af hinu ósýnilega. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain, af því að hann treysti Guði, og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn, þótt dáinn sé. Fyrir trú var Enok burt numinn til þess að hann skildi ekki deyja eins og ritað Ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Ógerlegt að þóknast Guði án trúar, því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim leita hans. Fyrir trú fékk Nói bendingu það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann hlýddi Guði og smíðaði örk til þess að bjarga heimilisfólki sínu. Með trú sinni sýndi hann að heimurinn hafi á raungastanda og var erfingi réttlætisins af trúnni. Fyrir trú hlýddi Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekkert hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakobi sem Guð hafði heitið því sama og honum. Því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð hannaði og reisti. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eignast son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum, einum manni
og það mjög ellirhumum, slík niðja merð sem stjörnur á himni og sandkorn á sjávarströnd ekki verður tölu ákomið. Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáðu álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir haft í huga ættjörðina sem þeir fóru frá, hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak hann var reyndur, og Abraham sem fengið hafi fyrirheitin var reiðubúinn að fórnfæra engasyni sínum. Við Abraham hafði Guð mælt: afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum og hann heimti líka son sinn úr helju, ef svo má að orði komast. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jakob og Esau einnig fyrir ókomna tíma. Fyrir trú blessaði Jakob að dauða komin báða sonu Jósefs, laut fram á stafshúnin og baðst fyrir. Fyrir trú myndist Jósef við ævilokin á brottför Ísraels manna og gerði ráðstöfun fyrir beinum sínum. Fyrir trú leyndu foreldrar Móse honum í 3 mánuði eftir fæðingu hans, af því að þeir sáu að sveinninn var fríður og létu eigi skelfast af skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Móse því hann var orðinn fulltíða maður að vera talinn dóttursonur Faraós og kaus fremur að þola illt með líf Guðs en ljóta skammins unaðar af syndinni. Hann taldi háðung vegna Krists meiri auð en fjársjóðu Egyptalands því að hann horfði fram til launanna. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Fyrir trú hélt hann páska og lét rjóða blóðinu á húsin til þess að eyðandinn snerti ekki frumburðina. Fyrir trú gengu þeir gegnum Rauðahafið sem þurrt land og Egyptar freistuðu þess, drukknuðu þeir. Fyrir trú hrundu múrar Jerikóborgar menn höfðu gengið í kringum þá í 7 daga. Fyrir trú tók skækjan Rahab vinsamlega á móti njósnarmönnunum og fyrir bragði fóst hún ekki ásamt hinum óhlýðnu. Hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gídeon, Barak, Samson og Jefta og að Davíð, Samúel og spámönnunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheit. Þeir byrgðu gin ljóna, slökktu eldspál, komust undan sverðseggjum. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir, gerðust öflugir í stríði og stökktu fylkingum óvinna á flótta. Konur heimtu sína framliðin úr helju, aðrir voru pyndaðir og þá ekki laust til þess að öðlast betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsyrðum og húðstrokum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, höggnir með sverði. Þeir ráið í gærum og geitaskinnum, alls vana, aðþrengdir og illa haldnir. Ekki átti heimurinn slíka menn skilið. Þeir reikuðum óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengju góðan vitnisburð fyrir trú sína, fengu þeir þó ekki að sjá fyrirheiti rætast. Guð hafði séð okkur fyrir því sem betra var. Án okkar skildu þeir ekki fullkomnir verða. Hebreabréfið, 12. kafli.
Fyrst við erum umkringd slíkum fjölda votta, léttum þá af okkur allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóð það skeið sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskis af því að hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Enn sem komið hefur barátta ykkar við syndina ekki kostað ykkur lífið. Hafið þið gleymt hvernig Guð hvetur ykkur eins og börn sín. Barnið mitt, lítils virð ekki aga drottins og lát ekki heldur hugfallast hann tiftar þig. Því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert að barn hann tekur að sér. Þolið aga. Guð fer með ykkur eins og börn sín. Öll börn búa við aga. Ef Guð agar ykkur ekki, þá eruð ekki börn hans heldur þrælborin. Við bjuggum við aga jarneskra foreldra og bárum virðingu fyrir þeim. Skildum við þá ekki miklu fremur lúta aga himnesks föður okkar og lifa. Foreldrar okkar öguð okkur fáa daga eftir því sem þeim leist, en okkur til gagns agar Guð okkur svo að við verðum heilög eins og hann. Stundarsakir virðist allur agi að vísu ekki vera gleðiefni, heldur hryggðar, en eftir á veitir hann þeim alist hafa upp við hann, friðsamt og réttlátt líf. Réttið því úr máttvana höndum og magnþrota knjám. Látið fætur ykkar feta beinar brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundið frið við alla menn og heilagt líferni því að án þess fær engin liti drottin. Hafið gát á að engin missi á náð Guðs, að engin beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af. Gæti þess að eigi sér neinn hórkarl eða vanheilegur eins og Esá sem fyrir einn málsverð lét af hendi frumburðarrétt sinn. Þið vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur ger þegar hann síðar vildi öðlast blessunina, þó að hann grátbændum hana. Hann fékk ekki færa á að iðrast. Þið eruð ekki komin til fjalls sem áverður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, myrkurs, ofviðris og básunu hljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til sín talað. Því að þeir þoldu ekki það sem fyrir var skipað. Þó að það sé ekki nema skepna sem snertir fjallið, skal hún grýtt verða. Svo óurlegt var það sem fyrir augu bar að Móses sagði: Ég mjög hræddur og skelfdur. Nei, þið eru komin til Síón fjalls og borgar Guðs lifanda, hinnar himnesku Jerúsalem, til 20.000 engla, til hátíðar samkomu og safnaðar frumgetina sem á himnum eru skráðir, til Guðs sem dæmir alla og til anda réttlátra manna sem fullkomnir eru orðnir og til Jesú, meðal gangara nýs sáttmála og til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegar en blóð Abels. Gæti þess að þið hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim gaf guðlega bending á jörðu komust ekki undan. Miklu síður munum við komast undan ef við gerumst fráhverf honum gefur guðlega bendingu frá himnum. Raust hans lét jörðina bifast fyrrum, en nú hefur hann lofað: enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Orðin einu sinni sýna að það sem bifast skapað og hverfur til þess að það standi stöðugt sem eigi bifast.
Þar sem við því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og ótta. Því að okkar Guð er eyðandi eldur. Hebreabréfið, 13. kafli. Bróður kærleikurinn haldist. Gleymið ekki gestristninni. Því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Minnist bandingjana sem væru þið sambandingjar þeirra. Minnist þeirra er illt líða, þar þið finnið til eins og þeir. Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasängin sé óflekkuð því að hórkarla og frillulífismenn mun Guð dæma. Verið ekki fégráðug, en látið ykkur nægja það sem þið hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni en ég yfirgefa þig. Því getum við örugg sagt, Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gert mér? Minnist leiðtoga ykkar sem Guðs orð hafa til ykkar talað. Virðið fyrir ykkur hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki ýmis konar framandi kenningar afvegaleið ykkur. Látið náð Guðs næra hjartað, ekki mat af ýmsu tagi. Þeir sem sinntu slíku höfðu eigi happ af því. Við höfum altari og þeir tjaldbúðinni þjóna hafa ekki leyfi til að neita þess sem á því er. Æðstipresturinn ber blóð dýrana inn í helgidóminn til syndafórnar, en hræ þeirra eru brennd fyrir utan herbúðirnar. Þess vegna leið Jesús fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herbúðirnar og berum vanvirðu hans. Því að hér höfum við ekki borg stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Með hjálp Jesú skulum við því án afláts færa Guði lofgjörðarfórn, ávöxt vara játanafn hans. En gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Hlýðið leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlát. Þeir vaka yfir sálum ykkar og eiga lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlát til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki andvarpandi. Það væri ykkur til ógagns. Biðjið fyrir mér, því að ég þess fullviss að ég hef góða samvisku og vil í öllum greinum breyta vel. Ég bið ykkur enn rækilegar að gera þetta til þess að ég verði brátt aftur sendur til ykkar. Guð friðarins, sem leiddi Drottinn vorn Jesú, hinn mikla hirði sauðanna, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála, styrki yður í öllu góðu í hlýðni við vilja sinn. Láti hann alltaf verða í oss sem honum þóknanlegt fyrir Jesú Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Ég hef ritað ykkur fáein hvatningarorð. Ég bið ykkur systkin að taka þeim vel. Þið skulu vita að bróðir okkar Tímóteus hefur verið látin laus og ásamt honum mun ég heimsækja ykkur, komi hann bráðum. Berið kveðju öllum leiðtogum ykkar og öllum heilugum. Mennirnir frá Ítalíu senda ykkur kveðju. Náðu sé með yður öllum.